Komið sæl, ég býð ykkur velkomin til fundar, 15. fundur sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Nú, áður en göngum til formlegrar dagskrár, þá gef ég þér sveitarstjóra orðið til þess að fara yfir atriði og rekstri sveitarfélagsins. Já, takk fyrir það, Oddviti. Það auðvitað þessi tími, núna eru fjárhagsáætlunar gerð, það aðalmálið hjá okkur á skrifstofunni og auðvitað eins og við þekkjum öll í sveitarstjórninni. Þannig að það svona síðustu vikur hefur það verið aðalmálið og það má auðvitað nefna það hérna við vorum með þessi fundaseríun okkar var ekki síðustu viku þar sem að sveitarstjórnin var að hitta forstöðumenn stofnunar sveitarfélagsins og flest okkar voru á þeim fundum sem eru nauðsynlegir, þannig að við höfum verið að vinna í þeim málum og síðan auðvitað hafa byggðasamlögin verið að ganga frá sínum tillögum og að fjárhagsáætlun og fara yfir stöðu rekstrar á þessum árstíma og við erum með mikið að þessu auðvitað fyrir þessum fundi hér. Þannig að það svo sem bara í mjög svipuðum takt eins og verið hefur undanfarin ár. Við höfum verið á þessari tímalínu. Síðan varðandi framkvæmdamál og þá ganga þau þokkarlega. Það búið þetta sem við ætlum okkur að gera, langstærstu hluta utanlandsviðgerðir á Laugalandi og kemur nú reyndar fram með þetta í fundargerðarnar á Húsakynnum en það mjög ánægjulegt að gamla skólahúsið þar orðið mjög fallegt, sérstaklega vesturhliðin. Þannig að það er búið að laga það allt saman og gera við þök og svona. Þannig að það má nú segja að við í rauninni búin að gera mjög mikið í viðhaldi á Laugalandi á undanförnum árum. Gaman að sjá hvernig þetta að breytast og bara stolt sem fylgir því að geta lagað þessi gamlu hús og sinnt þeim vel. Síðan var það vatnsveitun okkar, stækkun Lækjarbotnaveitu og þá töltir það verkefni áfram í sjálfu sér og það hefur verið þar verkfundir og verið að undirbúa þar byggingu á dæluhúsinu og síðan þá viðbygging hérna við íþróttahúsi sem maður nefnir nú svona úr þessu svolítið að það gengur líka bara á áætlun, gengur bara mjög vel og vonandi þetta verður hægt að nýta þar eitthvað hluta fljótlega, geymsluna og svona og síðan bara klárast þetta í takt við þá áætlun sem við höfum gert. Nú, það má auðvitað nefna líka að það eru ráðstefnur í gangi þá SAS-þing núna fyrir nokkrum vikum og þessi stóru byggðasamlög eins og Bergrisinn hafa verið að halda sína fundi, þar eru auðvitað heilmikil tíðindi því að það er náttúrulega þessi málefnaflokkur fatlaðra auðvitað kominn til sveitarfélagana og því fylgir heilmikil hugsun í kringum hvernig á að fjármagna þessa þætti. Þetta krefst mikils fjármagns og að byggja upp þá aðstöðu sem þarf og þannig að það auðvitað heilmikið verkefni framöndan að leysa úr því í rauninni og skiptir og lítið sveitarfélagi eins og okkur heilmiklu máli því þetta eru miklir fjármunir. Þannig að þetta hefur snúist fjármál fyrst og síðustu vikurnar. Takk fyrir. Takk fyrir það. Við göngum til dagskrár. Það fyrsti liður Vatnsveita Rangárþings ytra Ásahrepps, fundur 7. Það vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 1-2, viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2019. Það niðurstaða Vatnsveita Rangárþings ytra Ásahrepps, lögð fram tillaga af viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2019. Reiknaði með að tekjur verði meiri en áætlað var af vatnsgjaldi og rekstrarkostnaður verði meiri en áætlað var vegna bilana og þurrka. Viðaukinn gerir ráð fyrir að fjárfestingi lækki úr 90 milljónum í 70 milljónir á árinu 2019 vegna seinkunar framkvæmda. Samtals áhrif á rekstur 5.342.000 til hækkunar. Samtals áhrif á rekstur og fjárfestingu 14.658.000 til lækkunar. Viðaukinn var samþykktur samhljóða og það tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun stjórnar vatnsveituna fyrir sitt leyti. Eru það lausn þessa tillaga?
Engin kveðs við hljóðs, þess að geta samþykkt námskeið tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.3 fjárhagsáætlun vatnsveitu 2020. Þar niðurstaða vatnsveitu Rangárþings Ytra Áshrepps. Lögð fram tillaga fjárhagsáætlun vatnsins 2020. Tillagan gerir ráð fyrir að tekjur verði 92 milljónir króna, rekstrarkostnaður 64,1 milljónir króna, fjármagnsgjöld 6,7 milljónir króna og rekstrarniðurstaða 21,2 milljónir króna. Fjárfesting ársins verði 120 milljónir króna og gert ráð fyrir lántöku að upphæð 110 milljónir króna á árinu 2020. Það var samþykkt samhljóða og tillaga að vísa rekstraráætlun vatnsveitu Rangárþings Ytra Áshrepps BS til vinnu við fjárhagsáætlun Rangárþings Ytra. Orðið laust um þessa tillögu. Engin kveðs við hljóðs, þeir sem geta samþykkt námskeiðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það liður 2 húsakynni BS fundur 7, vísaði til umfyllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Það liður 2.3 fjárhagsáætlun 2020, niðurstaða húsakynna BS, lögð fram tillaga rekstraráætlun 2020 fyrir húsakynni BS. Tillagan gerir ráð fyrir að framlög til rekstrar og fjárfestingar verði samtals 48.591.000 og skiptist þannig að Rangárþing Ytra greiði 32.677.000 og Ásahreppur 15.914.000. Það var samþykkt samhljóða og tillaga að vísa rekstraráætlun húsakynna BS til vinnu við fjárhagsáætlun Rangárþings Ytra. Orðið laust um þessa tillögu. Engin kveðs við hljóðs, þeir sem geta samþykkt námskeiðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 2.4 eignir umsjá húsakynna BS. Niðurstaða fyrirliggur verðmat á tjaldstæða húsinu frá fasteignasala og formaður hefur fundað með Engilbert Olgerssyni og Rán Jósepsdóttur málið eins og ákveðið var síðasta fundi. Tillaga að ganga til samninga við Engilbert og Rán kaup á húsinu fyrir 400.000. Jafnframt verði stofnun lóð undir aðstöðuhúsið og tilheyjandi breytingar gerðar á leigusamningum húsvæði þannig að fram komi að húsið verði fjarlægt til loka leigutíma. Þetta var samþykkt með 2 atkvæðum HT og BJJ og 1 á móti ST, bókun fyrir ST. ST telur réttar að húsið verði áfram í eigu sveitarfélagana og að gengið verði til samninga við leigutaka að gera nauðsynlegar endurbætur húsinu frekar en að selja það. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun stjórnar húsakynna BS fyrir sitt leyti. Orðið laust um þessa tillögu. Mark Harpa. Já, ég ætlaði bara kannski rétt að taka frekar til máls þegar þeir búið að afgreiða hana en við ætlum að fá bóka bara við henni leið. Já, það er rétt að Fleiri. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt tillögumerki. Þeir sem á móti. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 á móti. Það verður að koma nákvæmst. Já, það komið hérna. Gjörðu svo vel. Það er lesna. Bókun álista. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings Ytra taka undir bókun Steindórs Tómassonar í fundargerð húsakynna BS að húsið verði áfram í eigu sveitarfélagana og að gengið verði til samninga við leigutaka að gera nauðsynlegar endurbætur á húsinu frekar en að selja það. Og undir þetta skrifum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi. Það fært í bókar. Það er komið. Það er lið 3. Atvinnu- og menningarmálanefnd, fundur 7. Þar er vísað til umfjöllunar einstök mál en fundargerðin að öðru staðfest.
Það er tekin liður 3.3 í jafnréttisáætlun frá 2018 til 2022. Það er niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Nefndin leggur til minniháttar orðalagsbreytingar en staðfestar áætlunin að öðru leyti. Það til að með sveitarstjórn staðfesti bókun atvinnu- og menningarmálanefndar og samþykki fyrirliggjandi jafnréttisáætlun fyrir sveitarfélagið Rangárþing ytra. Það er lesnum þessa tillaga. Hver sé hljóðst, veikast sem þetta samþykkt mannagemarki. Tillagan samþykkt samhljóð. Liður 4 byggðar á Rangárþings ytra. Fundur 18, þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin til liður 4.15 til að frá álysta opna þjóðarráðsfundi. Fylgjast eftir. Vil fylgjast eftir? Já, takk. Þetta er sem sagt bara svona. Þess að bara mjög tæmur. Já, sem sagt, ég lagði til á síðasta byggðarráðsfundi að fundi byggðarráðs verði opnir gestum líkt og sveitarstjórnarfundir og einnig sendir út í beinni útsendingu á YouTube frá og með næstu áramótum. Og greinargerðin með þessu er, sem sagt, að frá því að álistin bauð fyrst fram lista til sveitarstjórnar hefur hann ætíð lagt áherslu á opna stjórnsýslu. Opin stjórnsýsla felur meðal annars í sér að auðvelda íbúum aðgengi að störfum sveitarstjórnar og nefnda, vinnubrögðum og vinnslumála. Stjórnsýslan í heild sinni verður opnari, vonandi skiljanlegri og gerir íbúum auðveldara með að fylgja málum sínum eftir. Á 14. fundi sveitarstjórnar 10. október síðastliðinn lögðu fulltrúar álista til að byggðarráð Rangárþings ytra yrði lagt niður frá og með næstu áramótum, en sú tillaga var því miður felld af meirihluta D-lista. Fulltrúar álista telja að stjórnsýslan eigi að vera opin og gegnsæ og er þessi tillaga einn liður í því að opna stjórnsýsluna í Rangárþingi ytra enn frekar. Þetta er svona. Takk fyrir það. Það er lausnum tillagana. Ágúst? Já, þetta ég segi fyrir mig að mér finnst teka undir með það sem kemur þetta fram að við viljum hafa stjórnsýsluna okkar opna og þetta sé gagnsætt og við séum ekki að fela neina hluti, en ég tel samt að við þurfum á því að halda að hafa svona vinnufundi eins og byggðarráðsfundin eru, bara til að vinna mál og undirbúa mál og slíkt. Og þannig að eins og okkar kerfi er byggt upp að þá tel ég það ágætt og þetta er í samræmi við þetta okkar samþykktir og nánast öll sveitarfélög í landinu eru með þetta svona og þetta eru hugsaði sem vinnufundir. Þetta er bara vinnunefnd og mál koma alltaf til sveitarstjórnar. Þannig að það er aldrei neinn mál sem að hún getur ekki skýrt sér af í sjálfu sér. Þannig að ég tel að þetta sé í rauninni, eða það þarf einhver eins og bara í öðrum verkefni, þá þarf einhver næði til að vinna mál og undirbúa og spá og spöglur áður heldur en menn leggja fram tillögur eða eru búinir að svona meitla mál sitt í því hvað þeir sjá fyrir sér. Þannig að ég myndi segja að vera eftirsjá á þessu og ég myndi vilja halda byggðarráðsfundunum eins og þeir eru. Takk. Steindórs? Já, bara þetta byggðarráð náttúrulega bara nýtt fyrir þeir eru bara eiginlega síðan sameiningar eða það er svona, hvað sé, eða 2000 orðið svona eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er, það var áður hefur voru svona hræfsnefndir og það er náttúrulega bara funduð en þá var reyndar ekki tekið upp en það gerð fundagerð og svona, ég veit ekki, kannski er þetta svolítið til að hafa þetta eitthvað lokað, ég veit ekki, kannski segja sér verið að fela eitthvað en ég fór nú á fundina þann dag með byggðarráði, það var gefin til dæmis hálftími í umræður svona bara mjög létt spjall, skilaði mér rosalega litlu, til dæmis framkvæmdar áætlun, hvað við ættum að gera til dæmis bara tillögur sem við höfum lagt fram mötunit og annars líf. Það er eiginlega ekkert búið að ræða þetta meira þar heldur en þetta síðan rætt í sveitarstjórnum. Mér fannst svona eins og þetta er orðið fyrir mér þessi stuttarfundi sem ég satt hana, þá er bara fjármálastjórinn okkar og sveitarstjóri leggja þetta allt fram, við sittum og meðtökum auðvitað upplýsingarna, síðan kom bara tillögur og í rauninni skiptir þetta, það sem skiptir máli er endan, hvað forgangsröðinu, hvað ætlum við að leggja peningan í, það er eiginlega, mér finnst við hafa svo lítið að segja í rauninni það sem kemur frá stofnunum, þannig að séð, svo er bara einhver 120 milljónir
og þarna þurfum við að deila þeim út. Og nú vitum við í rauninni ekkert, þó að allir þessi vinnufundir og spjallfundir, þá vitum við ekkert stöðuna, svona tillögur frá, tillögur frá meirihluta sem það þarf að ræða og minnihluta. Og svo náttúrulega byggðarráði falið sem fullnaðar afgreiðsla mála eins og í sumar hátt í 3 mánuði, sko. Og það er bara falið það. Og það svona, manni hefur fundist meir og meir eftir sem þetta byggðarráð verður eldra, sé fleiri og fleiri mál afgreidd þar inni og rædd sem sagt umræða farið mjög oft fram þar og hérna bara höndir á loft. Auðvitað getum alltaf sagt sitt álit, hérna ég hef komið á þetta áður þegar ég var að leggja til að byggðarráðið leggt niður, að ég sé í rauninni ekkert mikla ástöðu við að tvíræða mál. Við erum fulltrúi í byggðarráði, en það er takmarkuð sem maður fær þaðan af því að umræða skiptir alltaf máli. Og mér finnst bara sanngjarnt og eðlilegt að allir sem í sveitarstjórn séu saman í umræðum. Svo má alltaf hafa, eins og einmitt í sambandi við fjárhagsáætlun, má alveg hafa kannski minni hóp bara í sambandi við það per se, sko. En svona almennt finnst mér að færi bara vel á því að hafa bara fundina alltaf opna og bara ræða það sem þurfum að ræða. Ef það er eitthvað svakalega mikið leyndá sem á ekki erindi við íbúa, ég var bara fulltrúi íbúa hérna inni. Það við erum eiginlega bara að starfa fyrir þá, þannig finnst í rauninni eiginlega ekkert mál sem íbúar ekki rétt á að vita, vera inn í, nema sér bara algjörlega eitthvað persónulegt málefni. Þá fundunum alltaf lokað, það alltaf verið þannig, sett í sérstaklega bók. Þannig finnst það nú miður að einhverju fundir þessi geti ekki verið opnir. Fyrst það var ekki hægt að hreinlega bara breyta þessum samþykktum að við höfum tekið svolítið upp eftir bláskapið þegar þeir eru með þetta. Bara sveitarstjórn, það hefur gengið mjög vel. Takk fyrir þetta ótvöldi. Fleira hlýkvæmt sér hljóðs. Var þetta? Já, kannski ítrekka þetta varðandi það eins og þetta, ef það einhver mál sem að þurfa trúnað eða verið með tölulegar upplýsingar eitthvað þetta sem maður vill nú ekki leka út í samfélagi, þá alltaf hægt að hafa þetta aftast og falskrá, þannig að það ætti ekki að vera vandamáli í þessu. Megnið af þessu nú bara hlutir sem eiga bara fulla rétt á að allir viti hvernig umræðan farið fram og geti fylgst með heim í stofu eða í vinnunni eða hvar sem þeir eru og hafa tök á að fylgjast með, þá bara tel ég það vera mjög gagnlegt og vandar maður sér bara ennþá meira og já, ég held að við bara græðum á því frekar en hitt. Já, takk fyrir það. Það var ekki gott sér hljóðs. Þess að geta samþykkt þessar tillögur, kjöfumerki. Þessum á móti. Tillögum felld með 4 markum kemur. Það var að fundarhlið bara að hlaupa með þeim fram. Fundarhlið. Já, það er fyrst bókun frá álista. Já. Fulltrúum álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra þykir miður að fulltrúa D-lista hafi fellt tillögu sem felur í sér meðal annars opnari stjórnsýslu, meira gegnsæi og aukna upplýsingagjöf til íbúa. Og undir þetta skrifum við Margrét Harpa, Steindur og Yngvi. Og bókun frá D-lista. Fulltrúa D-lista telja mikilvægt að stjórnsýsla sveitarfélagsins sé opin og skilvirk. Einnig telja nauðsynlegt að byggðarráð geti sinnt hlutverki sínu vel sem fyrst og fremst að undirbúa mál fyrir sveitarstjórn og halda góðri yfirsýn yfir fjárhagsmálum sveitarfélagsins. Þetta er í samræmi við samþykktir okkar sveitarfélags og flest allra sveitarfélaga í landinu og hefur reynst vel. Og þetta rita Björk Gretarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson og Ágúst Sigurðsson. Það var liður 4.17. Það er ósk leyfi til kvikmyndatöku. Niðurstaða byggðarráðs Rangárþings ytra. Fyrir liggur að Trú North hefur óskað eftir leyfi sveitarfélagsins til kvikmyndatöku dagana 11. til 22. nóvember næstkomandi þáttagerðar við Sauðafellsvatn og Norðurfjalla. Hálendisnefnd hefur fjallað um málið, kynnt sér staðsetningu og fylgigögn og gerir ekki athugasemdir en fyrir liggur afgreiðsla UST sem veitir leyfi fyrir sitt leyti. Tillaga er að byggðarráð gerir ekki athugasemdir að kvikmyndatakan fari fram með þeim fyrirvara að Trú North greiðir 350.000 krónur vegna umsýslu og eftirlits sveitarfélagsins á svæðinu. Starfsmenn á vegum sveitarfélagsins mun taka svæðið út að tökum loknum. Mikilvægt er að allur frágangur verði til fyrirmyndar og engin ummerki sjáist utanvega. Og þetta er samþykkt samhljóða. Tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðalaust. Engin kveðsir hljóðs, þess að geta samþykkt tillögum gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða.
Á liði 5, það er Tónlistarskóla Rangæinga BS, fundur 13, fundargerð lögð fram til kynningar, ágúst. Já, og vegna þess að þetta var sem sé óskað eftir þessu á síðasta fundi, það vantaði gögn. Og ég ætla bara að upplýsa það sem er mjög ánægjulegt og ég anda opinnar stjórnsýslu og skilvirkrar að sveitarfélögin eru smátt og smátt að taka upp vonkerfið og funda gáttina eins og við erum með. Og félagur okkar í Rangárþingi Eystra eru fannir að nota þetta miklum krafti. Þannig að nú er orðið auðveldara fyrir okkur að fá fundargerðir byggðasamlagan okkar með samræmdum hætti inn þannig að fólk geti síðan bakgrunnsgögn. Ég vona því að það meðal annars fyrir tónlistarskólanum verður þá þannig núna þannig að við séum í rauninni ekki með ljósrit af fundargerð inni, heldur er þetta bara alveg eins og aðrar fundargerðir okkar sem er ánægjulegt. Takk. Og liður 6, Tónlistarskóla Rangæinga BS, fundur 14, það er fundargerð frá 28. október 2019 sem er lögð fram til kynningar. Og liður 7, Íþrótta- og tómstundanefnd, fundur 7, þar er vísað til umfjöllunar einstaka liða fundargerðin að öðru leyti staðfest. Það er liður 7.1, gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2020. Niðurstaða Íþrótta- og tómstundanefndar, nefndin leggur til 2,5% hækkun á gjaldskrá að undanskilinni gjaldskrá fyrir sundlaug. Og það er tillaga að vísa þessari tillögu til gerðar fjárhagsáætlana hjá byggðarráði. Orðið er laust. Steindór. Já, bara þessa hækkun það vantar svo mikið einmitt hvort þetta sé ykkur vísitölu hækkun, þetta er náttúrulega hann að samninga vantar kannski nákvæmlega hvort þetta sé bara vísitölu hækkun eða einhver hækkun af því að nú er ekki þá hækku sundlaugin sem er sjálfsagt dýrar að reka, þannig að hvort það sé þörf á að hækka þetta. Bara spurning, óttuði. Þetta er auðvitað bara að sé hækkun sem miðað við og hefur verið svona árlega. En miðað við að svona vísitölu hækkun að koma þetta tilmæli frá sambandinu að hafa ekki hærri eða meiri hækkun en þessi 2,5% núna fyrir næsta ár. Þetta er svona bara lífskjara samninga dæmið sko, að það hangir náttúrulega undir því hjá okkur. Ágúst. Já, þetta er bara tek undir það, sem sé það er gegnum gangandi í öllum þessum byggðasamlögum og í þessar undirbúningi okkar að þá hefur við gengið út frá því að fylgja ekki verðbólgunni, það er neysluverðsvísitölunni, heldur fara aldrei hærra en 2,5%. Það getur auðvitað verið lægra en það, en það er allavega hámarkið í flestu öllum tilfellum. Og það er eins og Steindór segir, lífskjara samningarnir og við erum að fylgja öðrum sveitarfélögum í landinu í þeim efnum. Yngvi. Og þú veit, já sko við náttúrulega í sambandi við allar gjaldskrár og því sem þeim fylgir að þá þurfum við að reyna að gæta þess hófs sem að hægt er því að við náttúrulega verðum að hugsa sem bestum hag íbúana og verðum að gæta þess að auka ekki álögur umfram nauðsynlega þörf. Takk. Takk fyrir það. Margrét Harpa. Já, kannski bara þessi er náttúrulega vísað bara í fjárhagsáætlun gerð þannig að það er bara gott að fá þessar ábendingar og það náttúrulega getur bara að skoða hvort þessi hvernig þessi gjaldskrárhækkanir verða. Þannig að við bara ekki allavega til mín sem byggðarráðsmanneskju að við bara skoða þetta því það er náttúrulega ekkert skylda að hækka allt 2,5% en það er hámarki. Tilmæli hámark og takk. Ágúst. Já, þetta er bara að rifja upp með þessar gjaldskrár og þessar fjárhagsáætlanir sem að koma inn til okkar að við erum að vísa þessu svo áfram og síðan er bara til að rifja það upp að við höfum svo tekið þessar gjaldskrár allar og fjárhagsáætlanir og samþykkt þær sérstaklega bara í áður heldur en við samþykjum okkar fjárhagsáætlun þannig að við höfum ennþá tíma til að hafa allar skoðanir á þessu eins og Margrét Harpa nefna. Yngvi. Já, það sem ég var að meina var bara að það sé rökstuðningur á bakvið hækkanirnar og eins og ég ítreka að það sé gætt eins mikils hófs eins og hægt er. Þetta er ekki að Haraldur.
Já, en bara ítreka það að náttúrulega ástæða til þess að reyna að halda sig við það sem að samband íslenskra sveitarfélaga hefur lagt til og það leggur til að við förum ekki hærra en 2,5% en jafnframt vil ég nú kannski samt minna á það að það er ekkert gott að vera að safna upp í einhverja stórar hækkanir sko, með því að hækka ekki árlega sko. Þegar við vitum það að verðbólgan er meira en 2,5. Þannig að það verður raun lækkun á milli ára. Takk fyrir. Fleira ekki hvort sér brós, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa marki. Til að samþykkt samhljóða. Þar liðir 8 skipulags- og umferðarnefndar Rangníks ytra, fundur 19. Það er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin aðeins staðfest. Og venju lið... Þarna? Já, ég var bara að spá því að þetta er náttúrulega lesið alltaf allt í belg og biður. Hvort að við höldum því fyrirkomulagi en við fáum þá bara að tjá okkur í lok bara fundargerðina í heild ef það er eitthvað. Það er ekki bara betra heldur en að vera fyrir að grípa boltan einhvers staðar inn í miðri fundargerð. Það er bara... Já. Takk. En þess að dílist upp semst og það er litið á tilhörns í samþykta samfélag. En þá er þetta taka upp aftur. Ég er eitthvað aðtöðsendur eru. Liður 8.1. Brekkur landnúmer 16503. Það er lóðandi spennustöð. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað að heita lóð. Það til hann að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.2. Skambelsstaðir, samruni landnúmer 199233 og landnúmer 165244. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti. Það til hann að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.3. Bjalladalur, landnúmer 228669, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á nýjum spildum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.4. Hafsjólaga land 4, umsókn byggingaráform byggingarleyfi. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform umsækjenda eins og þau eru framlögð. Nefndin heimilar umsækjenda að hefja vinnu við gerð deiliskipulags og leggur áherslu á að byggingarleyfi verði ekki gefið út fyrir undangengin kynningartillögu að deiliskipulagi fyrir lóðina. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.5. Vindás landnúmer 16515, tilkynning skógrækt. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Í samræmi við 6. grein laga nr. 106/2000 hefur skipulagsnefnd Rangárþings ytra farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila áform skógrækt á 147 hektara svæði á landi sínu. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd áform séu ekki líkleg til að hafa för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmd ekki háð mati á umhverfisáhrifum og skipulagsnefnd leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tilliti til 5. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Tillagan að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.6. Lyngás 5 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hann verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.7. Öldutún, breyting á skilmálum aðalskipulags. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að breytingin geti fallið undir 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin leggur til að farið verði málsmeðferð eins og óverulega breytingu sé að ræða, þar sem einungis er verið að fækka lóðum og minnka byggingarmagn á umræddu svæði. Breytingin mun ekki hafa áhrif á önnur skilgreind íbúðasvæði eða á aðra aðila en þá sem tengjast viðkomandi svæði. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og þetta samþykkt samhljóða. Liður 8.8. Svínhagi L6B, breyting á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði send til athugunar Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með áherslu á að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Þetta er samþykkt samhljóða. Liður 8.9 gaddstaðir breytingar landnotkun. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði send til athugunar Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með áherslu á að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.10 þjóðarsæði 29-33 breytingar landnotkun. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði send til athugunar Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með áherslu á að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Þetta er samþykkt samhljóða. Liður 8.11 Klettamörk breytingar landnotkun. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hann verði send til athugunar Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með áherslu á að hann verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.12 Leinir 2 og 3 breytingar landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hann verði send til athugunar Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með áherslu á að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.13 Hákvörð Þykkvabæ deiliskipulag. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.14 Leinir 2 og 3 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur fjallað framkomnar athugasemdir og ábendingar sem borist hafa kynningu lýsingar. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu til auglýsingar og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Samhliða auglýsingum verður haldinn opinn íbúafundur til samráðs og kynningar fyrirliggjandi áformum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.15 Öldutún deiliskipulag. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 eftir að breyting hefur verið staðfest á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.16 Björgstún deiliskipulag. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.17 Minnihóf deiliskipulag íbúðarlóða. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sér bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.18 gaddstaðir íbúðarsvæði í stað frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sér bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.19 Hvílusteinn áður Svínhagi ás 7 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.20 Klettamörk deiliskipulag. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 8.21 Grásteinn deiliskipulag. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Fyrir liggur að lögbýling Grásteinn á Fagurhóli liggur vegur sem er óskiptur sameign eiganda jarðanna. Umræddur vegur er sýndur sem uppdrætti sem fyrir deiliskipulagstillögu Grásteins sem nú til meðferðar hjá skipulags umferðarnefnd. Áréttað er með samþykkt deiliskipulagstillögu við Grástein er skipulags- og umferðarnefnd ekki að taka neina afstöðu til ágreiningsaðila er snertir umræddan veg. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.
Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þetta er samþykkt samhljóða. Liður 8.22. Skipulag sunnan Suðurlandsvegar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að hefja hugmyndavinnu á skipulagi fyrir ný athöfn á iðnaðarsvæði sunnan Suðurlandsvegar ásamt því að kanna hvort ekki sé unnt að bæta við lóðum austan og núverandi lóðum við Finnskala. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þetta er samþykkt samhljóða. Þannig að þeim veist er lokið. Og svo horfum við nú að þetta. Þetta til máls núna. Ég notaði bara aðeins að ræða hérna lið 8.12, breytingu og umhverfi í aðalskipulagi leiðinni 2 og 3. Þetta eru tengd mál sem sagt bæði 8, 12 og 14. Við ræddum þetta á skipulagsnefndarfundi að við ætlum að hafa íbúafund til að bæði upplýsa og bara samráð, að hafa bæði upplýsingafund og samráðsfund. Og umræðan á skipulagsnefndarfundi var sú að skipulagsfulltrúinn okkar ætlaði að finna dag og við vorum að sverma fyrir næsta fimmtudagskvöld og hann ætlaði að athuga hvort tilbærir aðilar væru tilbúnir að mæta þá. Og við áttum að taka boltan hérna og ég vildi gjarnan að við myndum festa dag þarna, þannig að þetta kæmi fram í fundargerð og ég vil tiltaka hvaða aðilar frá okkar hálfu myndum mæta á staðinn. Þannig að við svona, þannig að þetta sé komist út í kosmósið, já, takk. Takk. Haraldur. Já, ég mitt horfið þetta aðtóð hjá Ágætahörpu, við rættum þetta alveg mikið og heyrðum að þessi byrgi á hann sko og ég heyrði ekki betur en að þetta væri bara klappa og klart næsta fimmtudag og þá myndum við hafa þennan Tíða Jónas með okkur sem við rættum frá Ísor og náttúrulega þessar aðilar sem er að vinna á þetta skipulag með okkur. Nú það var búið að undirstinga sveitarstjórnum að vera fundarstjóri og ég held að hljótum að ríkja í hlutar að segja að skipulagsumferðarnefndin mæti þannig allir sem geta allavega. En aðrir verða náttúrulega bara að hafa það við sjálfan sig hvort þeir komast eða ekki sko. Takk fyrir. Yngvi. Það er nokkuð öruggt að ég kemst ekki frekar en á fundin síðasta. Ég verð liggjandi inn á spítala þegar þetta er. Þetta? Ágætahörpa? Já, kannski bara, sem sagt, eins og formaður skipulagsnefndar tjáði að þá myndum við verður sveitarstjóri þarna og ég held að við þyrftum að tiltaka svolítið hvaða aðilar mæta og það er náttúrulega, má segja að við vorum að samþykkja tillögu að deiliskipulagi, við vorum ekki að samþykkja tillöguna, við vorum að samþykkja hún fari í auglýsingaferli og það er bara eitthvað sem okkur ber að gera. Svo náttúrulega koma þá athugasemdir eða koma ekki, ég veit það ekki, en allavega þarna er komið þetta opna ferli og þær athugasemdir sem að koma, að þær munu náttúrulega, við þurfum að svara, þeim ber að svara. Og þá einhvern veginn eftir því að formaður Byggðarlagstalið að það væri verið að vinna þetta fyrir okkur, við náttúrulega erum ekki, það er ekki verið að vinna þessi tillögu fyrir okkur, langt frá því, það er bara verið að vinna þetta er bara aðili sem er að vinna þetta fyrir sig. Þannig að við náttúrulega, það er held ég vonandi búið að tryggja að sá aðili mæti eða einhver hans fulltrúi mæti til að kynna þessa tillögu. Og já, ég tel náttúrulega að sveitarstjórn ætti í rauninni að vera boðið á hann líka. Ég held að því að það hefur verið mikið fjölmiðlafárur kringum þetta og ég held, og það eru svona ýmsar ásakanir sem að sveitarstjórn hefur þurft að sitja undir, hvort ég held að þær séu ekki réttmætar en að mínu mati er það ekki réttmætar. En ég held allavega að sveitarstjórn ætti klárlega að mæta. Skipulags- og umferðarnefnd fulltrúi Ísor til að athuga með vatnsverndina, skipulags- og byggingafulltrúi, náttúrulega sem er mjög vel inn í þessum málum. Og náttúrulega, já, hvort við ættum að tiltaka eitthvað nánar í þessari bókun. Og svo kannski ættum við líka að láta svona lögbundna umsagnar að vita að þessi fundur verði, ef þeir kæra sig að fá upplýsingar og vera á staðnum.
Þannig að bara ekki að boða það, geta boða og getum skylda fólk til að mæta en að láta vita. Þannig að það er spurning hvað þið viljið gera, hvort þið viljið tiltaka eitthvað nánar hver á að mæta, hvað þið verði eða, já. Haraldur. Jú, ekki bara alveg sjálfsagt að tiltaka það, ég get ekki sér neitt af því. Ég vil bara gera það saman fyrir það. Jú, óformlegt, fundarhlið. Fundarlega kannski. Þannig til þú þennan lið? Varðandi lið 8-14, leinir 2 Það er mikið breytt tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókunarskipulags- og umferðarnefndar. Jafnframt vill sveitarstjórn greina frá því að halda verði opinn kynningar og samráðsfundir fimmtudaginn 21. nóvember 2019 klukkan 20 á Brúalundi. Stefnt er að því að meðal sveitarstjórn skipulags- og umferðarnefnd ásamt sérfræðingum íþrótt og skipulagsstjórn og fulltrúa mæti til fundar. Samþykkt samhljóða. Og liður 9, félags- og skólaþjónusta, 41. fundur. Fundargerð frá 22. október 2019 erindi vegna verklagsreglna. Það liður 9.4, tillaga félagsmálastjóra regluverk vegna dagforeldra og þjónustusvæði félags- og skólaþjónustu Rangárvallar og Östur-Skeftafjarðarsýslu. Með þessu fylgir greinargerð þar sem tillagan fjallar að félagsmálanefnd í umboði sveitarstjórna aðildarsveitarfélagana veiti leyfi til daggæslu í heimahúsum og að hlutverk daggæslu fulltrúa sem fer með umsjón og eftirlit með dagforeldrum verði innan félagsþjónustunnar. Varðandi niðurgreiðslu með dagforeldrum yrðu öll aðildarsveitarfélög að hafa reglur framkvæmd þeirra og með þessu verklagi er vonast til að hægt verði að koma leyfisveitingum umsjón og eftirliti með dagforeldrum í farveg. Samþykki aðildarsveitarfélög verklegir mun undirritun vinna áfram að gera formulegra reglna starfsemi fyrir sveitarstjórn með framhaldi. Þessi fundargerð er auðvitað lögfræðingar kynningar en það er tillaga hér að sveitarstjórn Rangárvallar samþykki fyrir sitt leyti tillögu félagsmálastjóra útfærslu leyfisveitinga fyrir þá aðila sem óska eftir því að gera dagforeldrar á þjónustusvæði félagsþjónustunnar samanber meðfylgjandi greinargerð. Orðið lausn tillöguna. Enginn kveður svo hljóðs. Þessi getur samþykkt með félagsmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 10, erindi skoðun og sameiningu sveitarfélaga. Þar kemur erindi frá oddvita Mýrdalshrepp, dagsett 18.10.2019. Fyrir fundum liggur tillaga frá oddvita Mýrdalshrepps að hafnar verði viðræðum kosti og galla sameiningar sveitarfélagana Ásarhrepps, Rangárþings Syðra, Rangárþings Eystra, Mýrdalshrepps og Skaftahrepps. Sótt verði framlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að standa straum af kostnaði við þessa vinnu. Sé vilji til þessa í sveitarstjórnum ofangreindra sveitarfélaga þá verði skipaður verkefnahópur með 3 fulltrúum frá hverju sveitarfélagi til að vinna málaáætlun. Það tillaga sveitarstjórn Rangárþings Syðra samþykki fyrir sitt leyti tillöguna og tilnefni sveitarstjóra oddvita Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur í verkefnashóp fyrir sína hönd. Einhver sem hver sem ljós þessa tillögu? Steindór? Jú, það er sjálfsagt að skoða þetta, það var bara svona mitt persónulega skoðan síðan við þurfum að skoða það í hináttunum líka. En það er kannski gert síðar, til að horfa að taka og skoða þetta jákvæmt. En, já. Leifur ekki hvað þessi hljóðs, þessum fyrir Yngvi. Já, ég er eiginlega alltaf bara svona, það er gundið með Steindór. Ég hefði gjarnan viljað sjá okkur skoða næstu nágranna hinum megin við Þjórsá. Haraldur. Ég tek nú alveg bara undir með þeim félagum sko, það væri alveg spennandi að skoða það en ég held að þetta sé nú kannski alveg nógu stór biti að kynkja í bili. Það er svona ágættis byrjun. Takk. Fleiri hafa ekki gott sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillagan að gefa merki. Tillagan er samþykkt, samhljóð. Liður 11 tillaga útsvarshlutfalli fyrir árið 2020. Alla afgreiðslu tillaga að útsvarshlutfall fyrir árið 2020 hjá sveitarfélaginu Rangárþingi Ytra verði 14,52%. Einhver sem hver sem hljóðs þessa tillögu. Svo ekki þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 12 framlög til framboð samkvæmt lögum nr. 162/2006 ákvörðun árleg fjárframlög. Það er tillaga að framlög til framboð verði þau sömu og á síðasta kjörtímabili samtals 394.722 kr. á ári miðað við neysluverðsvísitölu í október 2019 og greitt út árlega eins og lög gera ráð fyrir. Þessi hljóð sem þessa tillögu.
Svo ekki þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhliða. Lið 13. Kjör kjörinna fulltrúa og greiðslur fyrir nefndarstörf, endurskoðun kjara samanber reglur og í tengslu við fjárhagsáætlun næsta árs. Lagt til að kjör kjörinna fulltrúa og greiðslur fyrir nefndarstörf er óbreytt frá því sem þau hafa verið frá 1. nóvember 2016 samanber samþykktu sveitarstjórnum þar Einhver sem hver sem hljóða sem þessa tillögu. Svo ekki þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhliða. Lið 14. Erinda fyrirspurn frá álista 2019. Það eru styrkir á móti fasteignagjöldum, beinar útsendingar og fleira. Hér er lögð fram umbeðin minnisblöð og samantekt varðandi styrkja á móti fasteignagjöldum, útfærslu og kostnaði við mögulega beina útsendingar frá sveitarstjórnarfundum og lóðasölu. Og Ágúst. Já, þetta ég myndi óska eftir því að fá að boða hann Eirík Vilhelm til fundar til að segja ykkur aðeins frá þessu sem er búið að taka saman til beinar útsendingar. Það er til að fá góða yfirferð yfir það mál. Hann er tilbúinn til þess ef að fundurinn samþykkir. Það er samþykkt. Slökkur það útsendingum með hann. Það fyrir lið 15. Líkamsræktarstöð Hellu. Það er til að íþrótta- og tómstundanefnd tekin til afgreiðslu. Í síðasta fundi sveitarstjórnar var kallað eftir frekari gögnum varðandi málið og afgreiðslu frestað. Nú er lögð fram frekari gögn og tillagan tekin til afgreiðslu. Það er tillaga sveitarstjórnar fela sveitarstjóra að ganga til samninga World Class leið og efri hæð nýrra viðbyggingar við íþróttahúsið Hellu til að reka þar heilsurækt á þeim forsendum sem liggja fyrir. Og það er lausn tillöguna. Margrét Harpa. Já, bara takk fyrir þetta. Eitt sem ég er að velta fyrir mér í þessu er, við vorum að velta fyrir okkur, er að í inngangnum á þessum lið þá stendur að við höfum frestað, sveitarstjórnin hafi frestað, að kalla eftir frekari gögnum varðandi þetta mál og afgreiðslu íþrótta- og tómstundanefndar frestað. Þurfum við ekki að afgreiða tillögu íþrótta- og tómstundanefndar núna fyrst, áður en það fer að koma einhver tillaga sveitarstjórnar eða tillaga D-lista, hlýtur að vera, því þetta er svona, já, það er spurning hvaða þessi tillaga sem er hérna í drögum að fundargerð, hverjum hún er eignuð, en hérna, við eigum alltaf eftir að afgreiða tillögu frá íþrótta- og tómstundanefnd sem er hérna, sem sagt, þá leggur íþrótta- og tómstundanefnd til að samningi við GIM heilsu verði sagt upp frá og með 30. nóvember og að efnt verði til samstarfs við World Class frá og með 1. júní 2020. Þetta er náttúrulega tillaga frá íþrótta- og tómstundanefnd sem við hljótum að þurfa, erum við ekki að fara að taka hana samkvæmt inngangnum að þessu máli, þá erum við að fara að taka hana, er það ekki fyrst, áður en við förum að afgreiða næstu tillögu, eða hvað? Þetta er henni afgreiðslan á þessi tillögu að taka hana til afgreiðslu þannig hátt. Það er ekki verið að staðfesta. Þurfum við ekki samt að greiða atkvæði tillögu íþrótta- og tómstundanefndar eins og við gerum alltaf í svona nefndum, ég meina við greiðum atkvæði tillögu skipulags- og umferðarnefndar. Sveitarstjórn samþykki þær. Við þurfum að þurfa að samþykja eða hafna eða þá að hafa þetta sem breytingartillögu. En við þurfa alltaf að taka tillögu nefndar til afgreiðslu. Við vorum eitthvað að reyna 8 gráðu síðan frammi. Þetta er svona pínu flókið og einhvern veginn ekki nógu skýrt finnst manni. Þetta flækjust í ykst alltaf. Þannig að þurfum við ekki að taka þá tillögu fyrst til afgreiðslu. Takk. Ágúst. Já, og þetta er auðvitað bara góð spurning, sko, en ég skil þetta þannig, sko, þetta eru, sko, tillögur nefnda eru auðvitað alltaf bara leiðbeinandi. Það eru auðvitað sveitarstjórn sem tekur, bara ákvörðun og sveitarstjórn ræður náttúrulega hvernig hún, sem sé, nýtir tillöguna í sjálfs. Þetta er bara tillaga til sveitarstjórnar að afgreiða málið með ákveðnum hætti og síðan getum við ákveðið að gera það einhvern veginn öðruvísi. Það er ekkert sem mælir á móti því í sjálfu sér. En oftast er það þannig, eða mjög oft, að við tökum bara tillögurnar og fjöllum beint þær og iðulega mjög oft allavega bara samþykkjum þær. En það er ekkert sem segir að við getum, sko, við erum bara að gera tillögu nefndana að okkar tillögu í rauninni. En það er okkur ekki skylda að gera. Ég meina þetta er bara ráðgefandi
álit í hvert skipti hvernig, og tillögur frá nefndunum hvernig við afgreiða málin, þannig að ég skil þetta þannig að við getum í sjálfu sér sko breytt tillögum eða komið með einhverja viðbætur við tillögur og við gerum það reyndar mjög oft, nýtum einhverju við, jafnframt verði gert þetta eða hitt. Þannig að sko ef þetta hefði hins vegar verið tillaga frá sveitastjórn sem var frestað, þá hefðum við þurft að taka hana fyrir. Svona skil ég þetta. Þannig að ég meina þetta það bara tæknilegt atriði hvernig við myndum vilja sko afgreiða tillögu frá þessari nefnd, en í þessu tilfelli erum við að gera tillögu að gera það svona. Við fylgjum eiginlega því sem að lagt var til, en það er smá breyting einhvað síður. Við erum ekki með inn í þessu til dæmis að segja upp samningi, teljum bara að það sko fyrst þarf að athuga hvort að menn komast að góðum samningi eða ekki, þá reyndum við gerum það. Svo það sé bara sagt. En síðan þarf við að gera það eins og ef að það verður síðan þannig að menn semja, þá þarf við að gera það og fara eftir þá tillögum nefndarinnar það, en við getum alveg gert það seinna. Svona skil ég þetta. En það er að gera að velta þessu fyrir sér og hvet til þess. Takk. Ingu, ástónlega. Já, sko þetta verður náttúrulega að vera þannig að það sé ekki hægt að hártoga þetta eitthvað. Þetta þarf að vera bara þannig að þetta sé alveg á kristall. Ágúst. Ég myndi þá kannski bara leggja til hvort að við getum ekki bara sko sagt það í tillögunni. Að við leggjum til að tillagan er að útfæra tillögu íþrótta- og tómstundanefndar með þessum hætti. Við getum alveg gert það. Ég má glemma hvað það er. Já. Ef þetta er eitthvað óskýrt. Já, það er svona spurning hvort að það eigi þá, ég er að flakka á milli skjalar en að sjá hérna þessi drög af bókun eða tillögu. Það er svona spurning hvort að maður eigi að þá segja bara hérna hvort eigi að byrja á því að fresta afgreiðslu tillögu íþrótta- og tómstundanefndar aftur, eða eigum við að hafna tillögu íþrótta- og tómstundanefndar, eða kalla þetta bara breytingartillögu. Það er svona að velta fyrir mig bara hvort við þurfum ekki eitthvað, af því að mér finnst þessi inngangur sem er hérna, nú eru lögð fram og tillagan því tekin til afgreiðslu, mér finnst þetta vera svolítið misvísandi, mér finnst eins og við séum að vísa í, af því að þetta er tillaga frá íþrótta- og tómstundanefnd tekin til afgreiðslu, mér finnst að við þurfum að segja eitthvað það, hvað við erum að janka eða neika í, játa eða neita í þessari tillögu, hvort við eigum að hafa þetta bara breytingartillögu. Svona, breytingartillögu á sveitarstjórnar. Þetta er afsendar. Og svona samkvæmt einhvern veginn þessu eins og myndi skilja, þá væri við rauninni bara að samþykkja tillöguna sem þeir lögðu fram af því hún tillögan tekið til afgreiðslu og svo er þetta þá af því sem er í rauninni bara að samþykkja eins og íþrótta- og tómstundanefnd og það sé bara eðlilegt framhald að sveitarstjóra verið farlega til samninga. Ég myndi skilja það þannig svona sem af því að það er ekki búin að þekkja umræðina sko. Hún myndi bara halda, ok, þau samþykktu að segja samningnum upp þarna miðju ári og þess aftur og svo bara fela sveitarstjóra að fara í samningana. Ég myndi skilja það þannig, ég myndi skerpa á þessu orðalagi sko. Já, það er bara að teka undir það er ómögulegt að hafa þetta þannig að þetta geti misskilist og bara algjör óþarfi. Já. Þannig að ég legg til að við tökum bara fundarhlið og við undirbúum þá bara breyting á þessu og hérna sem að þetta geta sett sér við. Lið 14, síðasta fundi sveitarstjórnar var kallað eftir frekari gögnum varðandi málið og afgreiðslu frestað. Hér er lögð fram frekari gögn málið og tillagan fela sveitarstjóra að vinna áfram málum í samræmi við umræður á fundinum og leggja fram tillögur næsta fundi sveitarstjórnar. Og við lausnum tillöguna. Engin hver sem ljóðs, þessum geta samþykktan geðmerki. Tillagan samþykkt samhliða. Lið 16, erindi vegna fasteignagjalda frá Strækta Hótel e.h.f. Það er lagt fram erindi frá Hreiðari Hermannssyni fyrir hönd Strækta Hótels þar sem óskar niðurfellingar á fasteignagjöldum og skýringar fasteigna, vatns- og sorpgjöldum.
Tillaga að sveitarstjórn hafni ósk um niðurfellingu á fasteignagjöldum en það samræmist ekki reglum sveitarfélagsins um styrkja á móti fasteignagjöldum og eignir sem notaðar eru í viðurkennda menningar, mannúðar og íþróttastarfsemi sem vísað er til í erindinu. Að gefnu tilefni er ennfremur lagt til að fela oddvita og Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur að yfirfara fyrrgreinda reglur sveitarfélagsins og meta hvort ástæða sé til að skerpa þeim eða taka þær til endurskoðunar. Það er laust. Bingo. Sko við þurfum náttúrulega að hafa þessa hluti alveg á tæru hvernig þetta fer fram, niðurfelling og annað, þar sem að er útleiga undir viðburð og annað. Við getum ekki tekið það rými þar sem menningarstarfsemi fer fram eingöngu, en ef að verið er að leigja salinn eða hafa tekjur, þá verðum við að gæta okkur það. Við verðum að hafa samræmi í hlutunum. Það hljóta að vera einhverja reglur sem okkur eru settar og við verðum bara að fylgja þeim. Ég hafa ekki hvort sér. Má við þetta? Takk fyrir afvitið. Ég var einmitt að margoft rætt þetta hérna hjá álistanum að við höfum ekki alveg nægilega tilfinningu þegar við erum að samþykkja erindi í byggðaráði fyrir því hvort að viðkomandi aðilar sé að fá styrk á móti öllu húsnæði sem er verið að sækja styrk á móti fasteignagjöldum, hvort það sé allt húsnæðið eða aðeins sá hluti sem er ekki útleigu. Því að í þessu erindi þá er vísað allavega á 3 aðilar sem eru að leigja út sali, en þessir aðilar hafa allir sótt niðurfellingu á móti fasteignagjöldum. Í lið hérna áðan hjá okkur á lið 14 þá vorum við með fyrirspurn. Þetta er nú eitthvað sem ég hafði orð á fyrir á síðasta byggðarráðsfundi. Þá þetta yfirlit af því að við vorum þá að veita styrk á móti fasteignagjöldum á Rangárbakknum og Rangárhöllinni og þannig að við fengum yfirlit en það kom ekki inn fyrir bara núna í dag og ég hafði bara ekki tíma til að rýna það. Þetta kemur svo seint inn. Þannig að hérna ég hef svolítið áhyggjur af því að í þessu erindi sem við fáum núna inn þá er vísað í stjórnsýslulög að þetta erindi í rauninni samræmist sannarlega ekki okkar reglum að veita styrk á móti fasteignagjöldum. En er sveitarfélag alveg pottþétt með það á hreinu að við erum, sem sagt, eins og til dæmis hérna þessir 3 aðilar sem nú gjarnan verið að vitna í, Golfskálinn, Safnaðarheimili hérna á Dynskálum og Rangárhöllin, eru þessir aðilar alveg pottþétt að greiða fasteignagjöld af þessum rýmum sem að þeir eru að leigja út, sem er þá á samkeppnismarkaði, hvort sem að þeir leigja mikið út eða lítið út eða fyrir lítið sem ekkert. Mér er alveg sama en þetta er svona upp á jafnræði, þá verðum við svolítið að passa okkur og ég er ekki ennþá komið með tilfinningu fyrir því og reyna vitneskju, eru þessir aðilar sem eru að fá styrk á móti fasteignagjöldum, eru þeir alveg pottþétt að greiða þá fasteignagjöld af þessum rýmum sem þeir eru að leigja út. Heldur sé að koma svo svona nokkuð skýrt. Þannig að ég veit ekki með aðra félaga mína í sveitarstjórn eða oddvita hvort það hefur þessa tilfinningu eða hefur upplýsingar þetta. Takk. Já, ég get bara sagt fyrir mig, ég heldur síðan 2010 búin að einmitt að spyrja þetta maður viti og hefur ekki alveg en þá fengi ég að vita hvort að þessi rými sem við talaðum og það er alveg það er nú svolítið öfugur endi að fara að samþykkja að veita þennan styrk af því að kannski einhver annar fengi ranglega styrk því að samkvæmt því sem að þetta á að vera þá er ná reglurna bara yfir í rauninni starfsemina sem mannúðar og íþróttastarfsemi. Það er alveg rétt, það viti það svona allir sem að eitthvað fylgjast með að það hefur verið, salirnir eru leigðir út og þá eru þeir náttúrulega komnir í samkeppni við þá aðila sem eru að borga fasteignaskatt. En ef að það kemur á daginn að þessir aðilar hafa verið að borga af sölunum þar sem að veislur og viðburðir og haldnir, þá er það bara gott mál og þetta afgreiða þetta, en ég veit ekki ennþá, núna, 9 árum setna, nokkuð hverju ári sem ég hef verið þetta, maður spyr út í þetta og setur svona fyrirvara á þetta út af þessu, maður veit ekki hvort það eru að sækja allt eða undanskilja. Það hefur allan aldrei staðið í umsóknunum að undanskilji sé eitthvað.
Þess vegna spurðum við þetta daginn, hefur spurt það áður og þá hefur stundum verið svarað að þetta sé eftir reglum sveitarfélagsins. Þannig að ég bara fagna því ef að það hefur verið gerður svona hópur til þess að þeir aðilum sem oddvitum listana verði falið að gera þetta þannig að þetta sé bara engin vafi. Það sé það bara undanskilið fermetrar sem sannanlega í útleigu. Takk fyrir mig. Það kemur það ljós þegar þú skoða, Yngvi? Já, ég ætlaði bara að klekkja út með því frá mínum bæjardyrum séð, þetta er ekki það að ég hafi á móti því að styrkja menningarstarfsemi. Alls ekki með niðurfellingu fasteignagjalda, en bara við verðum að vera alveg með okkar hlut og á hreinu gagnvart í hvað við erum að gera, þannig að við sköpum ekki kannski sveitarfélaginu einhverja skaðabótaskyldu eða annað því. Þetta leikreglurnar verða bara að vera skýrar, við verðum að hafa það skýra. Það kemur öllum held ég til góða á lokum. Já, þetta er bara ekki smá orð í belg að reglurnar okkar eru held ég frá 2012 sem við erum að vinna eftir og eru á heimasíðu sveitarfélagsins og við höfum unnið eftir þeim og það er nú ekki langt síðan, alveg ekki 2 ár síðan að við óskuðum eftir bara, sendum alveg bara markvisst á alla, hérna eru reglurnar, hérna þið eru óska eftir þessu, þið getið staðfest það að þetta er í samræmi við þessar reglur og þetta, ég meina síðan verður bara að meta það, hvort að það er þannig eða ekki, en í það minnsta eins og þetta hefur praktísera hérna eins og það blasir við mér, þá held ég þetta sé örugglega í samræmi við okkar reglur. En ég held að þetta er eins og með annað hjá sveitarstjórnina að gera bara að fara yfir þetta og hafa þetta upp á borðinu og ef þetta er eitthvað vitlaust í okkur þá bara laga það. En ég held að það sé bara mjög fínt. Það þarf alltaf að taka reglur og athuga hvort þær eru réttar eða í samræmi við lög og annað. Það er í okkar reglum allan að vísa því sérstaka heimild til að gera þetta varðandi fasteigna skatt eða fasteigna gjöld. Þannig að þetta er ekki neitt annað en að hafa þetta bara hreinu. Takk. Steindór. Röstuðt að það er alveg klárt að það er alveg rétt og það er sem sagt heimildina fyrir hendi. Ég finnst þetta einhvern veginn að hafa þetta svo einfalt að það er bara 1200 fermetra gólpláss og það er sótt fyrir 1200 eða fyrir 1100 skil, það er bara að sjá í það er verið að því það ég hef aldrei séð að vera undanskilið. Sem sagt fermetra eða í rauninni það er bara sótt niðurfellingu á fasteignagjöldum Rangárhallar eða golfskála. Ekkert sagt undanskilið er eins og ég bara í golfskálum þetta er bara í útleiðu allt árið, það er veitingastað, þannig að ég veit ekkert hvort að hvernig það er þar inni, það er orðið svona svolítið langt frá æskulistarfi kannski. Takk. Jú, í reglunum er talað sem sé ekki í hagnaðarskyni en þannig að það er auðvitað hægt að Eða mál sem þið Já. Þannig að ég kann þetta ekki utan að en já, takk. Sem sé ég ekki allir skoða þessar reglur og eins er bara vil ég vekja athygli á því á þessum fundi að þessi lagður fram listi yfir þessar sem hafa fengið þessi ár sem sé niðurfelld fasteignagjöld að hluta eða alveg af sínu rými, þannig að það er hægt að skoða það bara alveg, fólk sé það bara svart á hvítu. Það er ekki neitt verið að fela það, ef er enginn hag af því og allra síst við. Takk. Haraldur. Já, það er sem sagt bara bein tilvitnun í þessar reglur þriðju grein, síðustu línu í henni, þá er hún hljóðar svo, með leyfi fundarins. Ef rekin er viðurkennd menningar, mannúðar eða tómstundastarfsemi í hluta eignar skal eingöngu veita styrk til greiðslu álagsfasteignaskatts fyrir rými eignarinnar sem þannig er nýtt. Þetta er nokkuð skýrt. Og núna þurfum við bara treysta starfsfólki sveitarfélagsins til þess að vinna eftir þessu. Ég geri það en ég veit ekki um ykkur. Takk fyrir. Yngvi. Þá er getur verið kannski líka að
það þurfi að koma að fella niður hluta af fasteignagjöldum, að það komi fram nei, ég á við þegar við afgreiðum bara fellt niður fasteignagjöld en það er styrkveitingin er í þessu formi. Kannski þarf þetta að koma þá fram að þetta sé hluti, vegna þess að þegar þú lítur á það eins og hér úti í bæ, já sko þetta er bara það sem maður er að heyra frá rekstraraðilum og öðrum. Það er verið að fella niður fasteignagjöld en þeir halda bara, það er allt fellt niður. En kannski er þetta bara að þurfum bara að útskýra þetta eða sé aðeins skýringar með. Þetta er bara eitthvað sem ég er að velta fyrir mér. Haraldur. Já, akkurat ég skil hvað átt við. Það hefði kannski þá bara svarið við þessu að það hefði bókað þannig í fundargerðum fréttastofnunar að ef það er ekki nú það ég maður, ég held að það sé nú, hafa nú verið gert einhvern tímann að fasteignagjöld séu felld niður af þeim hluta sem við á. Og það er þá náttúrulega að þeim hluta sem er eingöngu til menningar íþrótta eða þess aftar starfsemi. En Það er örstutt sem bara að það er greinilega þarna einhver aðri sem heldur að þetta sé verið að fella niður af öllu og það er bara fónt og ég er alveg vissum að þetta starf þarna fyrir að átvita skilar bara þá alveg óíkjandi niðurstöðu í þetta þannig að allir geti verið rólegir. Sjá hvað kemur út af því. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Það er bara áhugaverð umræða og er alltaf gott að fá umræðuna. En hérna, ég er að hugsa með þessa afgreiðslu. Það er alltaf að tala um niðurfellingu á fasteignagjöldum en mann er tamt að tala um niðurfellingu. Þetta er ekki niðurfelling, þetta er styrkur á móti fasteignagjöldum. Það er alltaf mjög skýrt hvað það varðar. En það sem ég hef aðalega áhyggjur af er að það er verið að vísa þarna í einhverja jafnræðisreglu og ég hef enn ekki, af því ég hef ekki haft tíma til að skoða yfirlit sem barst núna, ég veit ekki eins og hvernig það barst, ég sá bara að það var komið inn á gáttuna núna þegar ég mætti á fund. Ég hafði bara ekki tíma til að skoða þetta fasteigna, eða skoða umbeðið yfirlit frá álista, sem er hérna undir lið 14. Þannig að ég hef ekki ennþá tilfinningu fyrir því hvort að við séum ekki örugglega, ok, ég veit að byggðarráð afgreiðir þetta alltaf þannig að við samþykkjum að veita styrk eins og samanber reglur sveitarfélagsins. En ég hef ekki ennþá tilfinninguna fyrir því erum við alveg skotheld með það að það sé verið að innheimta af þessum sölum sem er verið að vísa í, sem eru í samkeppni við aðra rekstraraðila hérna. Og salarlega er náttúrulega samkeppni, þau eru samkeppni við sveitarfélagi líka, því við erum nú svo sannarlega að leigja út íþróttahúsin okkar og sali og þess aftar. Þannig að við erum náttúrulega líka í þessum geira, þannig að við ættum náttúrulega að passa sérstaklega upp á þetta. Og ég hef ekki ennþá tilfinningum, þannig að ég velti fyrir mér sko hvort að við eigum að fela byggðarráði að fá þetta yfirlit sem var lagt nú hérna fram til kynningar undir okkar lið 14, hvort þetta að vinna það eitthvað nánar og náttúrulega fela síðan sveitarstjóra að fara yfir, eða semst við myndum síðan fara yfir þessar reglur á hlutalistana og sveitarstjóra falið náttúrulega að svara öðrum fyrirspurnum í þessu erindi sko. En ég er svona pínu, ég hef bara efasemdir, mér finnst ég ekki hafa tilfinninguna fyrir því hvort að við séum alveg örugglega ekki búin að vera að veita styrka móti fasteignagjöldum í húsnæðum sem er, já. Ég hef ekki vitneskju, ég hef ekki gott til þess að vera, og vissulega treystir maður starfsfólki sveitarfélagsins, en ég vil samt fá það bara á blaði og geta skoðað það áður. Takk. Ágúst. Já, ég meina það er akkurat það sem við erum að ákveða, er það ekki, að þið farið yfir þetta og skoðið bara hvernig þessar reglur eru að virka. Þannig að þú veist, það þarf ekki að vanta neinn gögn, þið getið bara haft öll gögn sem þið viljið. Þannig að ég bara hlakka til að þið skoðið þessar reglur. Ég veit. Já, þessi gögn sem þú ætti að tala um þau náttúrulega réttilega komið ekki eitthvað sendir en þau eru hérna og þetta er mjög greinagott.
Já, samanlega. Þú er ekki neinu vandræðum að þú búin að fara við þetta? Nei, ég bara hef ekki haft, þegar ekki, já. Steindór. Já, ég sé það bara í gögnunum að það er bara 8 sókn og Árbæjarsókn sem að verið að sækja hluta. Hinir sækja bara alla grunnflutin, Golfklúbburinn, Rangárhöllin og Rangárbakkar. En 8 sókn með hluta, sem sagt af greinilega þá væntanlega salinn, þannig að bara kannski þriðji af húsnæðinu. Þannig hinir eru bara að sækja allt húsið og alla salina. Golfklúbburinn og það bara kemur þetta fram. Það er þá bara að skerpa það. Já, það er bara það sem ég er að velta fyrir mér að því hérna er tillaga af afgreiðslu. Hvort við eigum að hafa þetta tillaga að sveitarstjórn hafni ósk niðurfelling á fasteign. Þú veist, getum við hafnað því eða getum við frestað þessu fram á næsta fundi þannig að við fáum gögnin, getum haft tíma til að rýna gögnin og vita það. Sko það er ekki neitt vafi í mínum huga að sko þetta samræmist ekki reglum okkar þannig að við þurfum ekkert að vera í neinum vafa með það. Það er bara alveg hreina línur og það var óskum að fá niðurfelldar fasteignagjöld, það var orðað þannig. Já, ok. Og við bendum síðan á að þetta gengur út á það reglurnar okkar að það eru styrkir og sem að menn fá ef að þeir falla undir þennan flokk þannig að það er engin vafi þetta. Það er alveg hreina línur. Haraldur. Já, það er alveg rétt hjá Steindóri sem sé að þeir sækja allir, eða nokkrir hérna heildar sömmuna en þeir fá ekki styrkna fyrir hluta sko, þannig að ég hef nú ekki ástæðu til að ætla að þetta sé bara rétt sko, framkvæmt. Ég vil sem sé bara benda á það, sem sé við nú erum við ákveða það að við ætlum að fá oddvita listana til að fara yfir þessar reglur og það er það sem er bara mikilvægast. Því að hvort sem að, hvernig sem að þetta hefur verið, hvernig sem hefur verið sótt þetta og það afgreitt, þá hefur það verið gert í samræmi við þessar reglur. Og það er akkurat það sem þarf þá að fara yfir. Eru þær eitthvað óljósar eða eru þær algjörlega á hreinu? Það virðast vera mjög skýrar og auðvelt að fara eftir þeim, en kannski þarf að skerpa á þeim og þannig að er það ekki bara næsta mál. Og svo vil ég líka benda á það að það kom ósk að þetta er lagt fram á þessum fundi og svo ósk barst nú bara á mánudaginn sko. Þannig að þú veist það var nú bara ekki hægt að gera það hraðar en að leggja það fram hér. Mér finnst það nú bara nokkuð vel að sér vikið og ég er bara hálf spældur og sést óanum með það. Margrét Harpa. Ég er svo sannlega ekki óanægð með að fá þetta yfirlit en þótt seint komi en þá, eins og ég segi, maður getur ekki alveg rýnt það algjörlega í þaula en ég get alveg sammálst á það, við getum alveg sko að þessi beiðni að fá niðurfelling á fasteignagjöldum þetta samræmist ekki okkar reglum þannig að við getum alveg samþykkt bara að hafna því en við getum tekið bara umræðu þetta og tekið þá upp ef að það sýnist ef okkur sýnist svo að við séum eitthvað ef að sveitarfélagi eitthvað að fella niður af húsnæði sem ef skoðun okkar mun leiða það í ljós vonandi ekki og ég hef enga trú á því en við getum, já þegar maður veltir þessu svona upp þá held ég að maður geti alveg samþykkt að hafna þessari af því að þeir eru líka að fara frá niðurfellingu en við fellum aldrei niður fasteignagjöld við veitum styrka mótið þannig að orðalagi getur bergað mann í þessu bara gott Ingu. Það er bara annarkvort að vera með skýrt orðalag eða svo loðið að það skilur það enginn. Já. Við tökum tillögum til atkvæðagreiðslu þar sem geta samþykkt þessar tillögur í merki. Þannig samþykkt samhliða og sveitarstjóra falið að fara yfir og svara fyrirspurnum sem fylgja þessu erindi. Liður 17, eigna og framkvæmdasvið ráðning forstöðumanns umsækjendur starf forstöðumanns eigna og framkvæmdasviðs til að fram listinu umsækjendur starfið. Þeir alls 10 talsins en einn hefur dregið umsókn sinn tilbaka og það er til að með félag sveitarstjóra samt oddvita og Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur að kalla umsækjendur til viðtals og undirbúa ákvarðanatöku varðandi ráðninguna. Einhver sem vil kveða sér hljóðs þessa tillögu. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt hana geðmerki. Tillögum er samþykkt samhliða. Ein spurning bara, varðandi þennan lið, bara ein spurning. Með lista umsækjenda, er hann birtur eitthvað, er hann opinber eftir þennan fund eða? Hann verður birtur eftir þennan fund. Hann verður birtur eftir þennan fund. Er rétt að tiltaka hann í fundagerði eða er það ekki hefð? Ég þekki það ekki. Ágúst.
það sem sé fylgir bara með listi með fundagerðinni hverju þetta eru. Já, Síðan ég var byrst bara á að hugsa- heimasíðunni bara núna eftir fundin. Já, ég var bara að hugsa hvernig hefðin væri í þessu, í svona tilfellum, hvort það væri settur listi í fundargerðina eða bara látið fylgja. Það er bara það sem ég var að velta. Ég hef ekki skoðað það. Takk. Það var liður 18, umsókn leikskóla utan leikfélags og það er trúnaðarmál. Liður 19, Jörfi, Alviðra, umsókn lögbýli. Ólafur Jónsson og Auður Ingimarsdóttir, eigendur á Jörfar, land nr. 28612 úr Efraseli, óska eftir umsókn sveitastjórnar vegna áforma sinna stofnun lögbýlis á landi sínu. Tillaga að sveitastjórn geri ekki athugasemd við stofnun lögbýlis á Jörfar með land nr. 28612. Svo við byrja þess að hljósa þessa tillögu. Svo er ekki þess að geta samþykkt tillögunni gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 20, Hjallanes 2, umsókn lögbýli. Elínborg Svagnusdóttir óskar eftir umsókn sveitafélagsins vegna áforma hennar stofnun lögbýlis á Spildursinn í Hjallanesu 2, land nr. 229-213. Tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við stofnun lögbýlis á Hjallanesu 2 með land nr. 229-213. Lappar inn það 29213. Og orðið laust þessa tillögu. Alveg þarna. Ég er bara spáið því að það er hérna búin að ná að skauta yfir all fylgiskjölin. Var þessi umsókn búnaðarsambands komin? Það þarf hann ekki. Umsókn Búnaðarsambands. Svo las. Já, ég bara viðurkenna, ég fór ekki í það inn. Ágúst. Ég get upplýst að það er í rauninni ekki okkar að fylgjast með því, sko. Það er í rauninni, við erum bara umsagnaraðili. Já. Þannig að viðkomandi umsækjandi veit alveg af því að það þarf að útvega það. En það er óþarfa að við séum að láta bíða eftir okkur því að þetta er alveg ljóst. Ég ræddi þetta mitt við skipulagsfulltrúa. Bara flott, bara svona að því hvaðið eftir þessu hinu. Takk. Takk. Þeirra ekki hvað sér hljóðs, þeir sem getur samþykkt tillögunni gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Lið 21, umsókn tækifærisleyfi. Skautuveisla 2019. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar umsagnar vegna íþróttahússins á Hellu. Tillagan sveitastjórn geri ekki athugasemd við tækifærisleyfi vegna skautuveislu 2019 í íþróttahúsinu á Hellu. Orðið laust tillöguna. Engin hvað sér hljóðs, þeir sem getur samþykkt með gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 22, Rangá veiðihús, beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar umsagnar vegna beiðni Jakobs Sæmundssonar fyrir hönd Víðikvamms gistingar EHF leyfi fyrir gistingu flokki 2 tegund B á gististaða Rangá veiðihúsum Rangaþingi ytra. Tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við rekstrarleyfi til Víðikvamms gistingar EHF til gistingar í flokki 2B á gististaða Rangá veiðihúsum Rangaþingi ytra. Orðið laust tillöguna. Engin hvað svo hljóðs, þeir sem geta samþykkt hann gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 23, Skinnhúfa, beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis. Sýslumaður á Suðurlandi óskar umsagnar vegna beiðni Maju Sisku fyrir hönd Skinnhúfi EHF leyfi fyrir gistingu flokki 2 tegund G á gististöðum í landi Norðurnes, Bjalla og Seli, Rangaþingi ytra. Tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við rekstrarleyfi til Skinnhúfi EHF til gistingar í flokki 2G á gististöðum í landi Norðurnes, Bjalla og Sels, Rangaþingi ytra. Orðið laust tillöguna. Engin hvað sér hljóðs, þeir sem gera samþykkt hann gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 24, þetta er umsagnar mál 66, umhverfis og samgönguvernd Alþingis óskar umsagnar vegna frumvarps til laga breytingu á sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. Og það er lagt fram til kynningar. Lið 25, til umsagnar mál 328, velferðarnefnd Alþingis óskar umsagnar vegna frumvarps til laga ávana- og fíkniefni sem neyslurými. Það er lagt fram til kynningar. Lið 26, til umsagnar mál 317, allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis óskar umsagnar vegna frumvarps til laga þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Lagt fram til kynningar. Lið 27, fundargerð fundar nr. 875 hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fundargerð lögð fram til kynningar.
og lið 28 aðalfundur félags- og skólaþjónustu Rangárvallar og Vestur Skaftafellssýslu. Fundargerð frá 22. október 2019 lögfundur kynningar. Þá efni fundarins tvennt og að loknum yfirlestri fundargerðar og undirritunar sem ég fundi sliðið. Takk fyrir.